En fyrir ekki svo löngu þá slasaðist og lamaðist góð vinkun okkar hér á Selfossi, Ágústa Arna, í slysi og það búið að vera söfnun í gangi og einnig verður styrktarkvöld núna 7. október og þeir sem að standa á bak við þessu hluti eða allavega Bessi og Vignir Egill. Selfisingar, ég kallaði selfising, Bessi, það ekki lagi? Jú, mjög fínt, það virkilega gott. Já, gott að heyra. Velkomnir strákar. Takk fyrir það. En það einmitt eins og segir, hérna, þessir, við Vignir erum svona í undirbúningshópnum. Já. En það eru náttúrulega miklu fleiri sem koma að þessu kvöldi. Já. Og það lýsir bara því hversu öflugt fólk við eigum hérna og hversu góða hún Ágústa á að. Það voru 3 hópar farnir á stað. Já. Með svona einhverja hugmynd að gera eitthvað. Og við svona tókum slaginn og settum þetta saman í eitt og gerðum að okkur finnst bara svona svolítið veglegt og góðan viðburð. Já, algjörlega. Þetta skemmtilegt að eins og segir það fóru margir á stað með sömu hugmynd. Já. Og það var svona ákveðið að sameina hópinn eða ekki? Jú, þetta náttúrulega byrjaði á því að við náttúrulega hendum bara í styrktarreikning strax bara sömu viku og þetta slísi gerist og og þá var svona að fara að hugsa hvað við getum gert meira og jafnvel svona til að búa til smá viðburð og þá fórum við stað eins og við segjum þetta styrktarkvöld og ákveðum að svona þá fljótlega ákveðar en að gera eitthvað svona alveg eitthvað alveg nýtt, eitthvað sem kannski hefur ekki svo mikið verið gert á Selfossi og það að tróða svona mörgum listamönnum saman á eitt kvöld. Já. Og það hefur gengið gríðarlega vel og þetta eins og við sagðir á, hann verður 7. október í Hótel Selfossi og húsið opnar svona eitthvað 7:00. Það landsleikur þetta kvöld og já, það eitthvað íþróttatengt skils mér. Já, Bessi veit allt það og en það semst landsleikur þetta kvöld og þeir sem vilja horfa á hann. Bessi alltaf það. Já, hann alltaf og við ætlum að bara sína hann á Breiðdaldi, þannig að fólk getur komið þarna og hort á leikinn og svo leið og leikurinn búinn. Þá ætlum við að byrja með svona það sem við köllum upphitunar-atriði. Já. Þá ætlar Reimur Örn, sveitungi Bessa að hluta til, að stíga á stokk með sínu góða fólki og ætlar að vera með svona upphitun. En það sem kannski sérstætt við þessu upphitun það að við ætlum að bjóða fólki upp á það að kaupa óskalög. Já. Þannig getur þú bara komið. Ég ætla að borga 1.000 kall fyrir að heyra Hreim syngja Dreymir og svo kannski bara næstum að við hliðina þér bara félaginn, ég nenni ekki að hlusta á þetta ég með 2.000 kall og spila eitthvað með skímó og þá verður Hreimur bara að gefa sér að stoppa þegar það búið að yfirbjóða, þetta svona eins og útvars uppbóðin í gamla daga. En þú veist, upphæðnar fara ekkert bara upp það bara klárar eitt lag og svo bara byrjum við aftur Nákvæmlega. En það verður heilmikið að vera náttúrulega heilmikið af flottum tónlistarmönnum sem að koma fram og líka bara fólki sem að tekur þátt í kynningum á milli atriða og annars slíkt og náttúrulega þetta brotið upp með uppbóði. Einar Bárðarsson ætlar að bjóða þarna upp svona í 2 skipti yfir kvöldi. Þá verður svona framíkalla uppbóð á að tryggjara liðið, þannig að það að gera fyrir þá sem að hafa huga því að styrkja við að hafa með sér veskið þannig að það voru allir ótrúlega til í þetta, allir tónlistamenn tóku vel á mót okkur og allir að gefa sína vinnu. Allir gefa sína vinnu, hvort sem að það eru við sem erum í undirbúningnum, tónlistafólki, þeir sem að koma að kynningum, þeir sem að munu miðasalar, rótar af tæknimenn, þú veist, það allir. Og náttúrulega líka kannski gott að minnast á það, ef þú eyðir einhvernum peningum þarna þetta kvöld, hvort sem það í miðan eða í lag eða í semst að kaupa veigar, þá fer allur peningunum beint til Ágústu. Það ekkert skipt, við erum ekkert að fá veigarnar á okkur afslætti, við fáum að gefins. Þannig að allur peningur sem fólk eyðir þetta kvöld beint til Ágústu. Og hver að gefa veigar? Það Ölgerinn ætlar að gefa okkur svona, eitthvað sem þeir eru með. Já. Allskyns drykki, brennivín og bjór maður, og segja bjór í útvarpinu. Ekki sem að mig auðvitað. En strákar, þetta uppboð sem í gangi núna, það eru, eins og þeir eru búin að koma inn, það eru treyjur og fleira. Hvar getur fólk fengið upplýsingar uppboð og hvar þetta að bjóða? Já, það eins og segja, það komið eins og af stað uppboð inn á síðunni fyrir Ágústu á Facebook. Það fara bara á Facebook og leitið það fyrir Ágústu og þá finnið það síðu og það eru komnir inn 8 hlutir sem eru uppáði og byrjað. Þið bjóðið með því að senda á
e-mailið póstinn styrtarkvöld eða styrtarkvöld @gmail.com og þeir semst bjóðið í þetta þar, það eru eins og þessar, við erum með 5 keppnistreyjur, það eru til dæmis eins og frá hún Viðar Erni, okkar eigin, hann með treyju þarna frá nýja liðinu sínu, Maccabi Tel Aviv og það sem sagt treyja sem hann spilaði sem fyrsta Evrópuleik fyrir stuttu og skoraði sitt fyrsta mark og hann bætir betur og ætlar að sem sagt dobla þá upp að sem kemur í treyjuna. Það núna búið að bjóða 220.000 í treyjuna, þannig að ef það verður hæsta boð hann tvöfaldar þá ætlar hann að koma með auka 220 í treyjuna. Glæsilegt. Og þannig eru 2 treyjur frá Jóni Daða, landsliðstreyja sem hann spilaði í Úkraínu daginn og fleira málverk, Hallur Kallur hann með glæsilegt málverk af Ingólfsfjalli og það eru ævintýraferðir, rosalega flott málverk og fólk getur bara farið inn á fyrir ágústu á Facebook, fundið allar upplýsingar um þetta og það allar upplýsingar um það hvernig þú átt að bjóði í og svona og svo bara að bætum betur. En á styrtarkvöldinu, þetta ekkert smá listamenn sem að koma þetta fram, Páll Óskar, Ari Eldjárn, Ágústa Eva á móti Sól, Steppi Jak og fleiri. Ekkert mál að fá þessa listamenn til liðsins. Þeir sem hafa sagt nei, ef maður getur orðað svoleiðis, þeir hafa verið eru erlendis annan dag. Það hefur enginn sagt nei, ég vil ekki taka þátt eða svoleiðis. Það bara einu svari sem við fengið sem ekki já eða því miður í erlendis. Þannig að það búið gríðarlega þægilegt að fylla þessa dagskrá og í rauninni bara jafnvel ofþægilegt því að við bara þurftum í rauninni að stoppa okkur af því við varum bara komið með það marga. Hvað segir Ágústa sjálf við þessu? Hún bara á ekki orði yfir stuðningnum og hefur gríðarlega gaman að þessu og það verður eitthvað það að tónlistamennir þetta kvöld spili Óskarlag sem hún hefur beðið sjálf sem alltaf bara mjög skemmtilegt og kannski það sem skiptir mestu máli er það að hún er ákveðin í því að alltaf mæta, það er alltaf ekki sjálfgefið, hún alltaf þarf að fara í gegnum ákveðna endurhæfingu sem hún byrjuð í núna en hún alveg staðrán í því að mæta þetta kvöld og taka þátt, þannig að ef það gengur upp verður það gríðarlega skemmtilegt, það verður bara komið ljós, kemur vantarlega bara ljós á kvöldinu sjálfu hvort það tekst. Einstaklega skemmtileg stelpa og mikill húmóristi. Já, mikill húmóristi og það kannski, ef við nefnum þetta svona kaldur húmór. Já, hún sem svona setti sennast inn status eða inn lag á Facebook síðuna sína sem það sem hún mjög virk á Facebook og setti inn lag í síðustu viku held ég hafi verið og skrifaði við þetta lag ofsnemmt spurningamarki og þetta var sem lagið Can't Walk Away með Herbert Guðmundssoni og kannski ef við náttúrulega tökum það fram að hún náttúrulega blessun lömuð fyrir neðan brjóst þannig kannski útskýrir húmórinn aðeins betur. Algjörlega. Í framhaldi af þessu náttúrulega fór hún og sendi mig skilaboð hvort að eitthvað geti ekki mögulega að kóðera þetta lag á tónleikunum og við náttúrulega bara fórum í síman og rættuðum Herberti sjálfum þannig að hann náttúrulega koma þarna og kóðera sjálfan sig syngið þetta lag fyrir Ágústu að sjálfsögðu að hennar mæti besta íslenska 80s-lagið. Já, klárlega. Kannski ekki erfið keppni að vinna, ég veit það ekki. Jú, alveg. En þetta er frábært og bara til lukku með þetta strákar og forsala miða, hvar getur fólk tryggt sér miða á styrtarkvöldið? Það er hægt að fara á Kaffi Selfoss og það eru miðasal í gangi þar og svo líka hægt að senda okkur post á styrtarkvöld@gmail, sama post og uppbóður í gangi á. Og það er semst panta miða þar og við erum með lausnir þar fyrir fólk til að kaupa miða og svo kannski síðast en ekki síst að það verður í gangi í Hótel Selfoss og Kaffi Selfoss allan daginn, semst daginn fyrir kvöldið 5. deginum semst á miðvikudaginn ætlum við að byrja með það og svo náttúrulega á 5. deginum verður mikið í gangi náttúrulega hérna líka á Suðurland FM og það verður forsala í gangi út í Kaffi Selfoss og við ætlum að vera með svona húlum hæ allir mikið af mununum sem í boði og uppbóðinu verða það til sýnis og hægt að koma að fá sér kaffi og kökur og svona eitt og annað jafnvel að hérna einhverju verði í beinni að spila og svona taka lagið það verður mikið margt í gangi þarna. Þið eru nú miklu tónlistamenn, ætlið þið að syngja það? Best alltaf að taka út í þetta með greifunum það er ekki það er eins sem ég vissi eins og gengur bara eitthvað að lókast rákar?
bara allar upplýsingar eru inn á Facebook fyrir Ágústu. Já. Þar getur við fundið allar upplýsingar og svo náttúrulega bara er viðburður í gangi, styrtartónleikar fyrir Ágústu. Já. Þannig að fólk ætti að geta fundið allar upplýsingar inn á fyrir Ágústu á Facebook. Bara hvetjum alla til að fara þar inn. Algjörlega. Takk fyrir þetta strákar og gangi ykkur vel. Takk fyrir kjalla. Takk. Ágústa Eva, Ari Eldjárn, Kiriyama Family, Páll Óskar og Hreimur ásamt fleirum og fleirum koma fram á styrtartónleikum fyrir Ágústu Örnu